Hæ, ég kallaði Siggi Kalli og ég alkohólisti. Mætti eiginlega segja ég sé alkohólisti í langtímabata. Ég fæddur 1980. Ég búinn að vera edrú síðan 23. ágúst 2003 sem rúm 9 ár í dag. Sjúkdómurinn alkohólismi er í mér blóði borinn gjörsamlega og foreldrar mínir, bræður mínir, systur mínar, frændfólk mitt sem ég veit af í mína blóðfjölskyldu eru allir alkohólistar. Ég byrja að drekka og ég 1,5 klukkutíma að drekka mig til dauða. Ég steindrefst þarna og upp á 1996, í maí 1996 eftir samrædduprófin upp á Borgarkringlutorgi og ég drekk mig inn í dagdrykkju á 3 árum. Ég drakk hvað sem var. Ég drakk landa í trópi með aldingkjöti. Bara eitt af viðbjóðslegasta sem ég nokkuð tímann smakkað, sko. Ég var blackout maður og ég datt þarna út í 4 daga frá miðvikudegi yfir á sunnudag eða 5. degi yfir á sunnudag. Og ég ranka við mér þarna allsber í strætóskýli á Hringbraut í Reykjavík á sunnudags eftirmiðdegi. Ég var í einum sokk og það gömul kona sem að pikka í mig, hún að hvetja mig til þess að koma mér í burtu. Áfengi hætti að virka fyrir mig. Ég þorði ekki að drekka því ég fór alltaf í blackout og ég þurfti að drekka svo lítið til þess að detta bara út og verða ofsalega veikur. Þannig ég fór að leita mér annar að lausna og ég fann þær í eiturlyfjum og það sem þau vilja gera að þau vilja taka ennþá meiri toll. Alkohólismi ógeðslega grimmur sjúkdómur. Hann drepur alkohólista. Hann drepur fólk. Hann drepur fólk í neyslu og hann drepur fólk ekki í neyslu. Þegar ég orðinn 23 ára gamall, búinn að gangi í gegnum margar meðferðir inn í SÁÁ, víkingameðferðir og aðrar meðferðarstofnanir, þá finn ég félagsskap manna sem eru alkohólistar, samansafna geðsjúklingum sem ná bata frá geðsjúkdómnum sínum. Þetta náttúrulega ekkert nema geðveiki. Það náttúrulega ekkert nema geðveiki að halda það að maður geti drukkið sér að skaðlausu þegar maður búinn að gjössalega njúka allt fyrir aftan sig, sko. Ég á vini að núti, sko. Sem sagt ekki fjölskyldumeðlimi og ekki barnið mitt, heldur vini. Utan að koma til fólk sem að kynntist mér. Sem að treysti mér 100%. Eins og ég gekk í gegnum allt þetta ferli með 2 félögum mínum. Sem ég kynntist áður en ég byrjaði að drekka. Og þeir eru búin að ganga í gegnum allt ferli með mér. Allt ferli. Þeir segja mér beint út: Siggi, ég minn almáttur, þetta kraftaverk. Þú varst stimplaður zombie hjá okkur, sko. Þú varst ekki vinur minn lengur. Og ég á 100% traust þér í dag. Ég á 100% kærleika frá þeim. Og ég ber til þeirra. Sem náttúrulega bara út í hött. Og svo það móðir mín. Ég fæ að vera sonur. Ég fæ að taka þátt í lífinu hennar. Ég fæ að tala við hana. Og það náttúrulega ekki alltaf að tala við hana sem í eðlilegum nótum, sko. En maður reynir sitt besta. Það bara, mömmur eru mömmur. Og það bara þannig. Og það alltaf mágjur og muni vera mágjur þangað til að, þangað til að maður setur lokið hana yfir kistuna, sko, held ég. Þetta bataferli stórkostlegt. Það líf mitt í dag til dæmis. Ég einstæður faðir. Ég með son á mínum snærum sem ég með fullt forræði yfir. Þótt ég segi sjálfur frá og ég bara ógeðslega montinæði og mér langar bara að segja, ég ofsalega góður faðir. Ég ofsalega kærleiksríkur faðir. Og hann yndislegur. Hann reyndar alveg snýttur út úr pappa sínum, sko. Snarávirkur og ekkert nema brosið og bara ljósárur með blá augu og alveg bara algjör gessimi. En ég þekki líka alkohólisma, sko. Og ef ég held ekki mínu striki áfram í mínu bata, þá getur þetta líf orðið grimmt, hrætt, óttaslegið og ofsalega óhamingjusamt. Hann sonur minn.